Palli, til hamingju, þetta tókst. Já, tæpt var það, en við höldum hreinu og það ekki oft sem það gerist í sumar. Þetta hans annar leikurinn sem við höldum hreinu. Við unnum Víking Ólafsvík 1-0, við unnum núna IA 1-0. Þannig að þetta var hrikalega sætt að ná að landa þessum gríðarlega mikilvæga sigri í dag og þó að fótboltinn hafi ekki verið upp á marga fiska, þá skiptir það engu máli upp í staði. Þessar síðustu mínútur voru mjög erfiðar. Já, þetta rétt ímyndað, ég var alveg á límingunum, ég nú oftast næ að halda á mótinu, ég var alveg gjörsamlega að missa mig hérna undir lokinn að spenningi. Þetta búið að vera mjög mikil rússipanni þetta sumar fyrir okkur og mjög lærdómsríkt fyrir held ég bæði leikmenn og sérstaklega okkur þjálfarana hérna, mikið að brekkum og frígýrum og allir pakkinn, þannig að þetta hrikalega sætt. Þannig að gengi, kannski, getur morðað, kannski pínu erfiðlega hérna heimaðallin, hversu mikilvægt það fyrir liðið að geta klára hérna, fá 3 stig og tryggja okkur í deildina aðru hér á heimaðallin? Það bara frábært, full stúka í dag og fólki stóð með okkur og það það sem skiptir mestu máli að við stöndum öll saman og vissulega eru vonbrigði, en við þurfum líka að vera sterkur klúbbur þegar móti blæs og við sýndum það í dag að þó að þetta hafi gengið á brösulega og þá hafa ekki allir allavega mist trúna á okkur og þess vegna ég alveg hrikalega stoltur að vera Þórsari í dag. Takk kærlega, Palli. Palli, kemur þessi að horfast til með að standa framvegis? Og ég splæsti eina hérna góða fyrir í tilum dagsins. An important game today and an important goal from you. Yeah, we knew going into the game that we just had to do what we had to do and take care of business. We weren't too focused on the other game, but we knew if we win that we'd have the chance to stay in, and that's what happened. Difficult game today? Yeah, it was tough. I mean, it's always, I think the worst thing in football is having to play a team with no pressure. They had no pressure coming into this game. They already knew that they were going down and they were going to fight, and then that's exactly what they did. And I think the scoreline showed that it was 1-0 from the second minute. So I think it showed that it was a hard-fought game. It's been a bit rough summer for us, not getting a lot of points. I know it has been a rough summer, but I think the guys, we continue to work hard. We continue to stick together, and we continue to keep fighting for each other on the field, and that showed on the field today, and that's why we're able to get the result. Do we gonna see Chuck next summer here? I mean, we still have one more game in the season. I have an agent. They have the board here at the club. So I mean, I just do my thing on the field and take care of the football, and they take care of the rest of that. And so we're gonna see what happens. Yeah. Thanks. All right, thank you. Sæll Ári, þú ert aftur að klást við bröðin á næsta sumar? Já, það var bara gaman sko, ef maður verður enn þá. Ég veit ekki hvað það. Já, það var fínt. Frábært náttúrulega landið sér hérna á heimavelli. Já, gerist ekki betra. Það hefði ekki verið sérstakt að til eiga að þurfa að ná einhver stig, þannig að fínt að klára þetta núna. Hvernig sumar búið að vera fyrir þér? Svona? Það náttúrulega búin að vera bekknum í allt sumar, þannig að það bara geðvægt að koma inn í þetta núna og klára þetta svona. Það get ekki, það bara frábært. Eru skálaði Pepsi í kvöld? Já, það held ég. Orri, þó það er ekki vel að þurfa að sækjast í síðustu fyrir til leið, en ertu samt ekki til áfram eftir þetta? Jú. Takk kærlega. Já, það er Pepsi ári. Það er Pepsi ári, já. Markmið tókst. Mikilvægt að klára þetta hérna á heimavelli í dag. Já, við bara eigum að vera löngu búin að klára þetta. Við erum bara lélegir í seinni hörnu og eigum að vera löngu búin að tryggja þetta. Þannig að þurftum að gera það strax bara. Þetta búið að vera svona frekar brösugt sumar hjá okkur í sumar. Já, við vorum með 13 stig eftir fyrirumferðina og það var bara mjög flott. En seinni við erum bara búin að vera léleg. Það er bara, við erum kannski búin að eiga nokkur ágæðs leiki en við höfum ekki unnið fyrir núna í næstsíðasta leiknum í umferðinni. Það er ekki boðlegt. Skoru mark hérna strax á annar mínútu í dag. Hversu erfitt var fyrir þig að vera á bekknum en fá svo loksins að koma innan? Auðvitað veit maður alltaf að spila. Það er bara að segja sér sjálft. En þegar maður kemur inn á, bara reynir maður að geta eitthvað og sína þjálfaranum maður eigi að byrja næst. Það er bara mjög einfalt. Nú veit ég ekki hvað ég ætlaði að segja. Ég bara þakka kærlega fyrir viðtalið. Sömuleiðis.